því að þú tekur þetta svo. Er ekki þrimi? Nei, bara hægt að byrja. Já. Og ég samt eftir að það uppi. Þá þú tekur þetta svo. Það svoleiðis? Er ég ekki bara hér við borðið eða? Jú, þú ræðir því bara alveg. Þetta er ekki flókið spil. Já, ef ég tala aðeins, heyrðu, getum við þá bara byrjað. Þá held ég við getum bara farið að opna fundinn og þetta finnst mér nú vera hátíðleg stund. Það finnst þetta nú fyrsti fundur vetrarins og við öll að koma svona sæl og brún undan sumrinu. En eins og við komum fram þá ætlum við bara að vera með tvö viðfangsefni eða umræðuefni á þessum fundi. Það er aðal efni, það eru þessi uppbyggingar áform hérna í Grafarvogi sem voru kynnt síðastliðið vor og við höfum rætt hér í íbúaráði bara svona okkar vettvangi. Þannig að það er ekki alveg hreint eins og við sem að vitum ekkert málið og síðan ætlum við að taka fyrir þennan lið bara hverfið mitt. En þá er ekkert annað en að bara bjóða borgarstjóra Einar Þorsteinsson velkomin og gefa þér mikrofónin. Takk fyrir kærlega. Takk fyrir að bjóða mér að koma hingað á fundinn. Við kynntum í sumar svona fyrsta fasa í húsnæðisátaki sem við settum á fót strax í febrúar. Þá stofnuðum við stýruhóp, eða starfshóp segi ég, til þess að leita leiða til þess að hraða húsnæðisuppbyggingu í borginni. Samhengið þetta í síðustu kosningum var mikið ákall eftir því að borgin hraðaði húsnæðisuppbyggingu. Við höfum séð verðbólguskot og sem byggði mjög á því að það er mikil umfram eftirspurn eftir húsnæði. Og þannig að það hefur áhrif á lífskjör fólks í landinu. Þetta ef of lítið er byggt, bitnar bara á heimilisbókhaldi allra og fyrir utan það grunnmarkmið að tryggja öllum þak yfir höfuðið. Þetta er ekki einfalt verkefni en eitthvað sem að við í borginni erum mjög áfram að ná árangri með og gerðum strax í byrjun kjörtímabilsins sáttmála eða samning við Húsnæðis- og mannvirkjastofnun og ráðuneytið að byggja hérna 16.000 íbúðir á 10 árum og leita allra leiða til þess að ná því markmiði. Síðan kemur þessi mikla verðbólga strax á fyrsta ári kjörtímabilsins og stóð allt síðasta ár og reyndar hangir ennþá dálítið inni. Og við sáum það að húsnæðismarkaðurinn, hann hálfpartinn fraus, kannski dramatískt orðalag en við sáum það bara í tölunum að fjöldi þeirra íbúða sem að fór af stað í nýbyggingu, hann dróst mjög saman á öllu höfuðborgarsvæðinu sem er gríðarlega alvarlegt. Af því að þegar við missum úr heilt ár þar sem er ekki jafn mikill þróttur í húsnæðisuppbyggingu, þá bara myndast þá eykst ennþá eftirspurnin. Þannig að mitt fyrsta verkefni var að setja á fót þennan hóp sem var átakshópur til þess að leita leiða til þess að hraða húsnæðisuppbyggingu og leita leiða til þess að bæta við lóðum, fjölga lóðum, þannig að verktakar sem að vilja byggja geti byggt. Og fyrsti fasinn er sem sagt það sá að greina úthverfi borgarinnar þannig að það sé hægt að nýta þá innviði sem eru í hverfunum, leik- og grunnskóla, gatnakerfi, lagnir og aðra innviði þar sem hægt er að skipuleggja litlar lóðir jafnvel eða svona minni en við höfum séð kannski í stóru fasteignaverkefnunum
undanfarin ár þar sem eru kannski mörg hundruð íbúðir á einum stað og heilu borgarhlutarnir eins og Ártúnshöfði og slík svæði. Fyrir þessa minni verktaka eða svona meðalstóru sem að óska mjög eftir og hafa gagnrýnt borgina fyrir að bjóða ekki nægilega mikið magn af litlum og minni lóðum til þess að kaupa. Og við byrjuðum átakshópurinn byrjaði á Grafarvogi og við kynntum svona sýndum á þau spil hérna á blaðamannafundi í þessum sal í júní minnir mig og þá vorum við svona sýna aðferðafræðina. Hvernig erum við að vinna þetta? En allt mjög í grunninn tiltölulega lítið útfært. En við vildum sýna íbúum hvar við værum stödd, hvað við værum að hugsa. Af því allt samráðs- og skipulagsferlið er framundan. Þannig að þetta kæmi ekki fólki algjörlega í opna skjöldu og okkur gæfist líka tækifæri til þess að eiga samtal við íbúa þetta verkefni áður en við fullkláruðum deiliskipulagstillögur og breytingar á deiliskipulagi. Næstu verkefni eru í Breiðholti og svo Grafarholti og Úlfarsárdal og þannig að þetta er svona, þetta er svona smá formáli. Forsendan fyrir því að það sé hægt að fara inn í rótgróið hverfi eins og Grafarvog sem er rosalega vel heppnað hverfi að mörgu leyti. Þetta er svona fjölbreytt byggð og hefur sín sérkenni. Forsenda verkefnisins var að nýja byggðin falli vel að núverandi byggð og landslagi. Það sé hægt að byggja í kringum raðhús, parhús og einbýlishús séu byggð svipuð hús, þannig að við séum bara að gera meira af því góða sem er fyrir, en nýta líka svæði þar sem hægt er að byggja kannski 2 eða 3 hæðir án þess að það valdi miklu raski inn í hverfinu. Þetta er svona megin forsendan og halda í staðarandan en á sama tíma að þegar við erum að ganga á svæði að huga að grænum svæðum, leiksvæðum, gönguleiðum og hjólastígum samhliða og við þekkjum það þegar við erum að byggja í borginni að þar sem við förum inn, þar gefst okkur tækifæri til þess að bæta leið grænu svæðin, koma fólki inn á þau og þannig þau nýtist betur og setja upp leiktæki eða bekki eða virkja þau. Þannig að erindið er þetta að bregðast við þessu frosti á húsnæðismarkaði, vinna upp tímann sem við töpuðum á síðasta ári þegar við sáum samdrátt í fjölgun nýrra verkefna. En ég átta mig alveg á því og ég heyrði það eftir íbúafundinn blaðamannafundinn í sumar að fólki bregður dálítið og það eru eðlileg viðbrögð. Fólk kannski sér ekki nákvæmar teikningar eða útfærslu en það eru þær ekki tilbúnar. Ég heyrði bæði talsverða gagnrýni héðan úr Grafarvogi en líka mikla ánægju. Þannig að þetta er beggja blands. Ég hef hitti á dögunum konu sem kom til mín og sagði ég er svo óskaplega glöð að þið ætlaði að fara að byggja í Grafarvoginum vegna þess að hún býr í stóru húsi og sagði ég finn ekkert sem ég langar að kaupa en ég vil ekki fara úr hverfinu. Og þannig að ég held að það séu bara eflaust jafnmargar skoðanir á þessum máli í Grafarvogi og íbúarnir eru margir. En það fylgja þessu ýmis tækifæri, vonandi er hægt að setja inn í þessi áform líka einhvers konar verslunar- og þjónustuhúsnæði þar sem sem myndi þá styrkja byggðina. Ég ætla ekkert að hafa mikið fleiri orð þetta, bara tilbúin að svara spurningum. Haraldur ætlar frá aðalskipulaginu ætlar að fara svona aðeins í meiri nákvæmni yfir ferlið. Ég vek athygli á því að 19. september verður opið hús fyrir íbúa Grafarvogs
húsnæðisátaki milli 5 og 7 í Borgarbókasafninu í Spönginni og þar munum við sýna aðeins betur á spilin, við erum búin að vinna þetta aðeins lengra, tiltekna reiti, þannig að íbúar sem eiga mestara hagsmuna að gæta í kringum þá geta komið bara beint og spurt út í það hvernig þetta mun líta út og þannig að við höfum svona meira að tala þá og það áður en að við fullvinnum tillöguna. Það til þess að gefa íbúum færi á að koma sínum athugasemdum að og þá hægt að taka það inn í skipulagsvinnuna og hönnunina áður en að við einhvern veginn auglýsum tillöguna. Við viljum vinna þetta í miklu samráði og sátt við íbúa. Ég held að allir skilji mikilvægi þess að hraða húsnæðisuppbyggingu en auðvitað skiljum við að það eru margar skoðanir á hverjum og einum reit. En ég ætla ekki að hafa þetta lengra, Fanný. Já, takk. Þá spurning spurningar. Ég vil bara segja að ég ánægð með að það sé búið að setja niður þennan opna fund, eða kynningafund sem það bara auglýsa vel, sem að íbúar geta komið og þetta náttúrulega bara hér í næsta húsi. Þannig ef ekki einhverja spurningar, við erum þetta búin að vera að ræða þetta bara okkar á milli eins, ég sagði áðan og þannig að... Spurningum á kvikni, kannski spurningar eftir að halda? Já, örugglega. Ég veit að það voru spurningar hjá okkur í okkar hópi að fá svona nákvæmri lýsingu að staðsetningar á lóðunum hvað lóðir væri verið að ræða. Því þetta voru vist svona eins og 2 grúppur annars vegar það sem væri nú þegar komið í einhvern svona skipulagsferli og svo annað sem væri svona meira bara verið að skoða. Þannig að við vorum eitthvað að ræða það og kasta því á milli okkar í sumar að við vildum gjarna sjá það. Gott fólk, Kjartan. Já, ég bara þakka fyrir þennan fína inngang og við myndum rætt þetta þessi húsnæðismál aðeins í hverfis. Við höfum rætt þetta aðeins í hverfisráðinu og ég hugst nú það er kannski fínt að fá kynningunum fyrst en ég býst við að leggja fram bókun þessar hugmyndir og hvernig þær horfa við okkur en svo langar mig til að spyrja borgarstjóra nú er að ljóst að eitthvað stærsta skipulagsmál í hverfinu til áratuga er fyrirhugað nýtt hverfi í Keldnalandi og það fór fram verðlaunasamkeppni á síðasta ári vegna þess og verðlaunatillögur voru kynntar í Ráðhúsinu í haust í 2 daga og ég fekk óskir hérna úr hverfinu yfir því að þessar tillögur yrðu kynntar hérna í sjálfu hverfinu og það var samþykkt í umhverfis- og skipulagsráði borgarinnar í október að það skyldi vera gert og svo var það aftur samþykkt hérna í hverfisráðinu sem óskaði einnig eftir þessu og við nefndum það einmitt að þessi kynning geti farið fram til dæmis í bókasafninu eða í anddyri Sundlaugarinnar, það er nóg gott sýningarrými hvort tveggja en þessi sýning hefur ekki ennþá farið fram þannig að þá langar við að spyrja er þessi á eitthvað að láta verða þessari sýningu og verða þessar tillögur til dæmis kynntar í tengslum við þessa húsnæðiskynningu sem verður hérna þá 19. september. Takk fyrir þetta. Annað risastórt mál fyrir íbúa Grafarvogs og sem tengjast húsnæðisuppbyggingu og snerta Reykvíkinga alla. Nú eru á leiðinni inn í ráðið ýmis gögn sem að tengjast Keldnalandinu og við erum svona komin lengra með vinnuna. Þannig að kannski þú svarir þessu, en sko bara stutta svarið það að við gerum ráð fyrir því að taka þetta til kynningar svona seinni hlutan í september, seinustu vikuna, hugsanlega í september. Þannig að því þetta er náttúrulega gríðarlegt hagsmunamál fyrir Grafarvogsbúa. Keldnalandstillögurnar, já, og ýmislegt sem að snertir Keldnalandið. Er það ekki? Kannski kemur bara inn á það í þenni kynningu og bara á eftir.
Já, Árni Guðmundsson heiti ég, fulltrúi íbúasamtaka Grafarvogs. Takk fyrir þessa útskýringu, þó að kynninguna í raun vanti. Sko, stuttum málið þetta, sko. Ef ég man nákvæmlega rétt þá var miðjan júní sem að þessi kynning fór fram á ljósvakamiðlum, sjónvarpinu. Tæpum hálfum mánuði eftir síðasta íbúaráðsfund. Þetta var ekki nefnt þar, kom engin kynning á þessu eða þetta stæði til og hefur ekki komið til okkar íbúðaráðinu og þar með ekki verið rætt fyrir en þetta kom í sjónvarpinu. Sko, ykkur tókst með þessari kynningu í sjónvarpinu að strjúka þorra Grafarvogsbúa gersamlega öfugt. Og eins og eitt sagði mig í heita pottinu, svo ég noti nú orð þaðan, úr Grafarvogslaug, að það er engu líkara menn að hafa hengt upp kort af Grafarvogi, farið í pílukastkeppni og næstum að túsa ringi staðina sem bílan lenda á. Ég er búinn að eyða mikilli vinnu að reyna að fá einhverjum upplýsingar þetta og Fanný veit það, hún er búin að reyna það líka og ekkert að fá nema þessa sérkennlegu mynd sem að líktist pílukastkeppni. Sko. Og ég ætla bara að furða mig á þessum vinnubröðum. Svona á ekki að vinna. Það verður ekkert samráð verið haft að því að við og mitt nærumhverfi veit við neitt í hverfinu hvar væri heppilegt að þétta eða hvort það ætti að þétta yfir höfuð eða hvað ætti að gera. Og þetta eru bara ekki vinnubröð sem að eiga að sjást frá hálfu borgaryfirvalda. Annað mál er Kjarnalandið. Sko, það verður æ furðulegra með hverjum deginu sem líður. Síðasta furðusagan er svo að formaður Betri Samgána fullyrðir að það hefði engin áhrif á kostnaðarverð íbúa á svæðinu þó að sé búið að margfaldast að hans sögn verðmæti landsins. Það sem ég kann í viðskiptum er ekki á þennan veg, sko. Sértu með lóðaverð sem kostar X og þú fjórfaldar það, þá hlýtur það að bitna á því verði sem að kostnaði þess sem þú byggir á landinu. Það er augljóst, sko. Þéttleiki byggðar sem reyndar hefur ekki náð að kynnast hér eins og Kjartan kom inn á, er með þeim hætti að það er í engu samræmi við nágrennið, hvorki Grafarvog, Árbæ, Ólafsadal, né neina þá byggð. Og ég hef þráspurt hvernig lífstíl, eða hvort að þeir sem hanna hverfið hafi kynnt sér þann lífstíl sem að íbúar í þessu nágranna hverfum og í austurhluta borgarinn hefur tamið sér. Og ég hef ekki fengið svör við því. Ég hef líka spurt bara einfaldra spurninga því að í þessari litlu kynningu sem við fengum að þá var sagt að það ætti að vera 3 bílastæðahús í hverfinu fyrir 14 eða 16.000 manns og alltaf 400 metra gangur í því bílastæðahús og margra hæða. Þá spurði ég hvernig 5 manna fjölskylda ætti að fara á skíði, bara sem dæmi, sko. Eða þá í golf. Sko, lífstíl íbúi hér, ég veit ekki hvort að allir þekkja það sem að búa niður í bæ, en fólk stundar fjölbreyttan lífstíl. Það er í því sem við köllum á ensku sviðsletti activity. Það fer í útilegur, það fer á skíði, það fylgir börnunum í fótbolta og handbolta og sumir eiga ferðavagna, sumir eiga mótorhjól og kerrur og allt þetta og mér er spurt hvort að þeir sem hönnuðu þetta hverfi hafi velt því fyrir sér að hvort að þetta sé það sem fellur í kramið í þessu bæjarhluta. Þriðja spurningin er, sko, nú er verið að byggja stórt íbúðasvæði á Ártúnshöfða og reka þúsundir atvinnutækifæra í burtu þaðan. Hvert á svo að vera að fara? Takk fyrir í bili. Það er eins og þú segir, Árni, þá höfum við verið að velta svolítið fyrir okkur að fá betri yfirlit yfir akkúrat hvaða lóðir akkúrat er að ræða, eins og ég sagði áðan. Sko, við fengum svona aðeins svona smá frekari kynningu á þessum hugmyndum öllum. Haraldur var örugglega hjá okkur á síðasta fundinum í vor eða þar á undan, júní. Það var síðasta. Já, ég fæ ekki. Og þar var svona aðeins komið inn á þetta.
ég var boðið á fund í sumar, það sem ég ætlaði að segja ykkur frá eftir undir hverfið mitt. Það var ég boðið í sumar á fund með formanni átakshópsins sem Einar kom hérna inn á og þá lagði ég upp með það, þetta samráð, þetta samtal og sérstöðu Grafarvogs og lagði inn þá punkta sem við höfum verið að skrifa á okkar Facebook síðu í sumar, þar sem ég var búin að lista upp munið svona það helsta sem framkom í hérna athugasemdum íbúa þessar hérna áætlanir og síðan hérna setti ég líka svona okkar áherslur og væntanlega skýrslun okkar stöðuna í umferðarmálum af því að það voru mjög margir íbúar sem komið mitt inn á að hvað umferðin teppt í Grafarvogi bara eins og stann í dag og svo þessi uppbyggingar áform og síðan Sundabrautin og allt þetta og þá fannst mér skipta máli að láta vita að á fundum í nóvember þá munu þið kynna niðurstöður, skýrslu sem búið að vera að vinna að og við höfum eftir að skipuleggja betur þann fund í nóvember. Við bjóðum gestum á þann fund til að taka við þessari skýrslu sem ég finnst mjög gagnleg einmitt inn í þessa umræðu, einmitt inn í þetta verkefni. Þarna kemur fram í ykkar vinnu auðvitað hvernig staðan og ég lét þetta fór til formanns átakshópsins. Þannig að eins og kom fram hjá Einar áðan þá málið bara ekkert komið lengra akkurat en þetta. Það þetta fyrirhugað, okkur finnst þurfum að ydda betur hugmyndina, við þurfum að fá að vita betur hvar akkurat þessar lóðir við erum með ákveðna varnagla, við erum fyrir mína parta og ég held ég tali fyrir munn okkar allra, við erum mjög ánað þegar við heyrum að þeir halda þeim brag sem í Grafarvogi og það talað að þetta séu litlar lóðir sem frekar þá litlir verktakar geta sóst eftir en ekki einhverja gigantískt stóra lóðir, einbýli, parhús, raðhús og frekar lítil fjölbýli og við þetta stöndum bara vörð það. Þetta lætur ekki illa allavega í mínum eyrum og þetta það sem við höfum verið að ræða að við höfum viljað sjá eins og þú vart að nefna Árni með Keldnarlandið. En auðvitað aðrar forsendur þar að baki en að fjölga íbúum og íbúðum hér í Grafarvogi. Þannig að ég held að eftir að núna í þessu mánuði, annars vegar fundurinn 19. og síðan í lok september þegar við fáum meira að vita Keldnarlandið, þá séum við komið með meiri kjöt á beinið til að geta unnið úr. Gjör svo, Ingimar. Og ég svara kannski já, endilega. Og ég safna. Já, þú ræður. Þú ert fundarstjóri hér. Nú ræði ég. Já, þú ert drottningin í þessu sal. Það er spurningum Ingimar og svo svarur. Ó, hvað ég ætla að nýta mér. Já. Ég vil bara þakka borgarstjóra að heiðra okkur með náveru sinni fyrir því. Það er gaman að fá því í Grafarvogi. Og ég vil vera aðeins á jákvæðari nótum. Heldur kollegi minn hér, ég vil hrósa ykkur fyrir bara þetta framtak að sjá ábyrgðina í því að þarf að byggja og gera þetta átak. Og auðvitað erum við hér gæta hagsmuni sérstaklega íbúa Grafarvogs og það sem Fanný kemur inn á að þetta skipulag mikilvægt að þetta skipulag fari svona í sátt við umhverfið. Og ég gerir mig líka grein fyrir því að þetta fyrstu drög. Þetta eru fyrstu hugmyndir og það líka jákvætt að byrja samráðsferlið svona, ekki með deiliskipulagi. Og að því það alltaf erfiðara að fara að breyta deiliskipulaginu mikið. Það svona, get ímyndum að það verður svona afturreka. Þannig að ég held að það sé margt betra í þessu ferli að gera þetta svona heldur en að fara strax og þvinga eitthvað fram. Þannig og þær hugmyndir sem að væntanlega koma núna frá íbúum í framhaldinu og svona ábendingar að það verður þá reynt að taka tillit til þeirra í skipulagsferlinu. En auðvitað, þú segir það sjálfur í upphafsorðunum að sitt sýnist hverjum og það auðvitað sérstaklega þeir sem eru þarna nálægt, það er að segja nálægt þessum breytingum.
sem að og ég hef stundum hugsað að það liggur við að þyrfti að gera eitthvað meira fyrir þá, eða skiljið að það sé meira fyrir þá að fá, að þetta auðvitað gæti kannski verið smá kaups að það sé þá reynt að finna einhverja jákvæðar afleiðingar af þessu fyrir þessar sem eru þá aðeins að finna fyrir þessu, og það er sérstaklega þeir sem missa útsýni eða missa eitthvað slíkt, eða síðan náttúrulega verður þetta ónæði, það er alltaf þegar á byggingatíma, en ég samt mín orðið svona fyrst og fremst bara gott að sýna þessa ábyrgð að fara í þetta átaksverk. Takk. Takk fyrir það. Ég varðandi það hvernig við stöndum að þessu samráðið og ferlið sem var svona kannski fyrsta spurningin. Við nálgumst þetta nákvæmlega svona sko. Okkur þótti betra að fara fyrst, segja, halda hérna fund og sýna strax á spilin, þannig að fólk geti sett sig aðeins í stellingar og hugsa svona það hvað sé að fara að gerast. Meti sína hagsmuni. Mæta síðan hingað, ég lofaði því að koma á fyrsta fund eftir sumarfrí og ræða við ykkur þetta plan og svara þeim spurningum sem ég get svarað. Síðan var svona aðeins verið að velta fyrir sig hvernig ég var að haga samráðinu áður en við mótum deiliskipulagstillöguna, því að hefðbundna ferlið þetta, við bara, sveitarfélögin bara gera deiliskipulagstillögu og svo þetta lögbundna samráð, athugasemdaferli og við hins vegar mátum það sem svo að það væri betra að fá inn sjónarmiðin áður en við klárum tillöguna til þess að sé einfaldara að mæta athugasemdunum. Og það ekki bara þannig að við sendum eitthvað e-mail eða eitthvað á netið. Við ætlum að hafa vinnustofu 19. september þar sem einmitt íbúarnir geta komið og spurt út í tillöguna, gert eða áformin, gert athugasemdir og þá tökum við það inn. Arkitektarnir sem að vinna að málunum geta tekið þessi sjónarmið inn og reynt að mæta þeim og síðan loka deiliskipulagstillögunni og setta hann í auglýsingu. Það er alltaf íþyngjandi eins og þú nefnir eða missa útsýni eða fá einhverja rask í kringum sig og svona og en það nú bara dálítið hluti af því að búa í samfélagi við aðra sem að stækka, þá verið að byggja út alla borg. Þannig að þetta nú svona dálítið staðan. Ég held við séum að standa að þessu eins vel og við getum þegar kemur að íbúa samráðinu. Síðan kemur þessi hefðbundni ferill og þá þarf að svara hverju einustu athugasemd og það munum við gera. Varðandi Keldnalandið, þá skil ég vel að fólk sem býr í Grafarvogi horfi á þetta hverfi og lifir þessum lífstíl sem þú nefnir, sem með mótorhjólið eða tjaldvagnin eða skíðinn og mikið aktivitet og svona. Grafarvogur í grunninn ekkert rosalega einsleitur hverfispartur samt sem áður. Hér búa margir með ólík áhugamál. Ég bý í Breiðholti og þar alls ekkert allir á skíðum þótt þeir búa í einbýlishúsum eða rað- eða parhúsum eða eru með tjaldvagna. Þannig að það eru fjölbreyttar þarfir. En Keldnalandið, ég held að við öll áttum okkur á því að þar allt annar bragur og hann á að vera öðruvísi. Það ekki verið í þessu átaksverkefni sem við erum að ræða hérna núna, þar erum við að bæta og styrkja Grafarvog, gera meira af því sama. Í Keldum og Keldnaholti, þar verið að byggja allt öðruvísi hverfishluta. Þar verða jafnvel, hvað það? 6-8 þúsund störf, minnir mig. Það verður mikil atvinna þar og þétt byggð af því að þetta liggur alveg upp við borgarlínu ásinn. Það verða bílastæði sannarlega af því að einhvern veginn á þetta nú að virka, en þau verða með öðrum hætti heldur en í flestum öðrum borgarhlutum í svona bílastæðahúsum og eitthvað á yfirborði jarðar. Þannig að væntingarnar verða að vera alveg réttar með þetta. Það ekki verið að byggja annan Grafarvog þarna. Þetta Keldnalandið og það bara öðruvísi hverfi.
framúrstefnulegt kannski fyrir okkur Reykvíkinga og Íslendinga, en ég held þetta sé dálítið spennandi. Við fórum reyndar oddvitar allra flokkana saman til Malmö, þar sem að arkitektarnir sýndu okkur hvers vegna þeir lögðu þetta til, af því að þar hverfi sem að þau að draga dálítið svona elementin úr því hverfi. Og það var bara virkilega fróðlegt að fá að koma á staðinn og sjá það sem að þau að sjá fyrir sér hér. Sjá húsin og finna kyrrðin á milli þeirra og hvernig göturýmin eru og það allt saman. Auðvitað þarf að aðlaga þetta allt saman að íslenskum aðstæðum, þannig að það sé hægt að moka snjó og hirða sorpið og gera þetta svona með þessum íslenska hætti. En ég bind vonir við að þetta verði fallegt og gott hverfi þar sem að fólki muni líða vel. En þarna ekki verið að byggja þennan típiska Grafarvog. Og ég held að þessi ótrúlega miklir hagsmunir fyrir íbúa í Grafarvogi hins vegar að Keldnaholtið byggist hratt og vel upp og það takist að laða að fyrirtæki sem veita þjónustu af því að við heyrum oft hér í Grafarvoginum að það vantar aðeins meiri þjónustu, vantar meiri bakari eða skemmtistað eða meiri verslun eða fjölbreyttara atvinnulíf. Þannig að þarna getur það byggst upp af því að það verið að byggja nýtt og það einfaldara að skipuleggja þetta inn í byggðina. Þannig að það verða gæði sem að standa bara mjög nálægt Grafarvogsbúum. Þannig að ég held að við ættum frekar að horfa til þess að þetta muni styrkja byggðina hér. Og hvað varðar fasteignaverð, þá áttaði ég mig ekki alveg á því hvort að þið hafið áhyggjur af því að það verði til hækkunar eða lækkunar. Af því að ég held að byggð þarna með mikilli þjónustu og svona fallegt hverfi sem allir sækja í allstaðar af höfuðborgarsvæðinu. Kostnaður fyrir íbúð. Kaupa íbúð. Já, það er mitt. Sko, ég held að þetta myndi styrkja fasteignaverð á öllu svæðinu. Nei, þú skilur ekki spurninguna. Sko, þegar ég að byggja hús, lóðinni hér, ef að verðið á henni hækkar 4-falt eða 5-falt, þá getur ég sem byggingverktaki ekki tekið það á mig. Ég verður að rukka það þeim sem að kaupir íbúðina. Þannig að þegar endalaus hækkun á lóðaverði, í þessu tilfelli eins og formaður borgarlínuverkefnisins stæri sjá að það sé búið að margfaldast, 4-faldast en ég man ekki hvað það var. Það lítur að koma fram í verðinu á eignunum sem verið að byggja. Og það sem við viljum, að vera að sprengja upp öll verðskala til þess að ung fólk og annar fólk í erfiðara með að kaupa íbúðir. Viljum við ekki reyna að vera hagkvæm? Já, ég skil hvað áttu við. Það sem að þessar lóðir sem eru þarna munu bara að lúta þennu almenna markaðsverði. Og staðan sem í dag svo að ef við gerum ekki neitt í þessum húsnæðismálum, eins og hér í Grafarvogi og allstaðar í Reykjavík, og keyrum áfram Keldnalandið, þá hækkar verðið ennþá meira. Það málið. Ef við ryðjum ekki nýtt land, ef við þéttum ekki byggð, ef við leitum ekki allar að leiða inn í hverfunum til þess að fjölga lóðum, til þess að bjóða þessum aðilum að byggja á, þá hækkar verðið ennþá meira. Þannig að þrátt fyrir að markaðsverði Keldnalandsins eða matsverðið og því hafi hækkað síðan 2019, allt hefur hækkað síðan 2019 og auðvitað hefur lóðaverðið hækkað líka. Þannig að við viljum halda þessum verðum húsnæðiskostnaði í lágmarki og besta leiðin til þess að halda húsnæðiskostnaði í lágmarki að auka framboð á lóðum og það gerum við með þessum málum sem við erum að tala hérna í dag. Fínt. Þetta orðinn pólitískur fundur, ég ánægður með þetta. Auðvitað. Mér finnst þetta bara mjög gott og nú hafa allir eitthvað meira að hugsa fyrir 19. Þangað mætum við auðvitað því að við búum öll að einum undanskildum í Grafarvogi þannig að þetta mál tengist okkur öllum sem í mér ráðum. Þannig ég er bara mjög ánægð með þetta. Einhver sem brennur inni með einhverja athugasemdir. Kjartan, þú ætlar að koma með bókun, kemur með henni í lokfundar, eða viltu koma með eitthvað annað núna? Já, ég vil bara lesa henni núna. Svona. Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins fagna því að til standi að ráðast í frekari uppbyggingu í úthverfum borgarinnar þar sem innviðir stóla aukna byggð.
Ef vel er staðið að verki getur slík uppbygging styrkt hverfin verulega og skapa þar skilyrði fyrir aukinni verslun og þjónustu. Það er þó algjört skilyrði að slíkt húsnæðisátak verði ekki þvingað fram á forsendum ofurþéttingar, heldur útfært í góðri sátt og með raunverulegu samráði við íbúa viðkomandi hverfa. Í Grafarvogi þarf til dæmis að taka ríkt tillit til staðaranda hverfisins og hagsmuna núverandi íbúa, til dæmis með því að ganga ekki á græn svæði sem mörg hver eru rótgróin og ein helsta ástæða þess að fólk hefur valið hverfi til búsetu. Ljóst er að margir þeir þéttingarreitir sem borgarstjóri hefur kynnt að séu til skoðunar í Grafarvogi ganga gegn þessum sjónarmiðum og koma því ekki til greina að mati borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins. Yes, já. Við séum að aðra bókunni leggur ekki sér fram á eftir að bara varandi upplýsingar þetta landi. Við erum bara skóra á borgarstjóra að kynna það líka. Já, ég takk fyrir þessa bókun. Mér fannst þú byrja svo afskotli vel, ég sagði bara, wow. Ég held þú væri gengin í framsókn, en hérna, nei, Kjartan, við göngum svo oft í takt. Þú leggur þetta bara fram og það er bara það sem þú ert að hnykkja á þarna í síðustu setningunni, er eiginlega bara það sem við höfum verið að ræða en svona kannski dálítið hastalega orðað, en svona andinn í bókuninni, hún er ekki mikið á skjönu það sem við höfum verið að ræða hér og hefur bara verið rætt hér á þessum fundi. Já, ég ætla nú kannski ekki að taka mig það vald að vera að gaggbóka, enda hef ég ekki gaggbókunar vald hér, en mér langar bara að bregðast við kannski aðeins því að ég er bara ánægður með þessa bókun að því leyti að þið skiljið markmiðið og styðjið það. Og svo er það bara vinnan að mæta sjónarmiðum íbúða og reyna að vinna með þessi sjónarmið. Það er verkefnið, ég held ég hafi lýst því að ég legg mikla áherslu á það. Og umhverfis- og skipulagssvið sem að vinna málið áfram er mjög meðvitað þetta og þannig að ég bara skil þessa bókun og þið haldið henni til haga en ég bara þakka stuðningin í grunninn. Fínt. Er það eitthvað meira? Er þetta að hleypa þér? Hleypa mér frá? Ég var svo spenntur fyrir kynninguna að sala. Já, gjör svo vel. En viljið... Það er hins vegar að hringir alveg stanslaust hjá með síminn. Ég kannski lauma mér út undir henni. Já, ok. Já. Og bóka mig það bara út af fundinum. Já, Anna fylgist með því. Ok. Þannig að þá er komið að þér, Haraldur. Gjör svo vel. Já, endilega að fá sér kaffi og vítamín. Það heyrist ekki sennilega og ég sé með þetta svona þú mátt setja þetta í full screen. Það er hægt. Já, það er búið að fjalla þetta núna í umræðinu á undan og borgarstjóri fóru vel yfir svona markmiðin og tilganginn og aðdragandann að þessu verkefni og þetta er það sem ég ætla að fara hérna yfir er rauninni það sem við köllum verklýsing aðalskipulagsbreytingar sem er rauninni að lýsa því hvernig við ætlum að standa að mögulegum breytingum á aðalskipulagi núna á næstu mánuðum og misserum, þannig að þetta er svona fyrsta skrefið rauninni í þessu verkefni. Það fór fram forgreining á ýmsum reitum í Grafarvogi í vor og við erum að taka þá vinnu svolítið inn núna og lýsingu en þessi lýsing yfirskriftin er rauninni íbúðaruppbygging í grónum hverfum þannig að hún er ekki bara að taka til Grafarvogs, hún er með áherslu á Grafarvog en getur tekið til fleiri borgarhluta. Og þarna uppi eru rauninni þessi markmið sem við leggjum upp með í vinnunni og þetta kom fram svolítið vel áðan að í þessu er verið að horfa á smærri reiti innan hverfana, smærri reiti heldur en venjulega eru skilgreindir í aðalskipulagi en hafa ekki verið inn í húsnæðisáætlun fram að þessu. Þarna er verið að horfa á reiti sem geta hentað minni verktökum og minni byggingaraðilum
og líka óhagnaðardrifnum húsnæðisfélögum og síðan er náttúrulega áherslan á að og það er kannski ástæðan fyrir að Grafarvogur var fyrstur í röðinni í þessu verkefni er að finna reiti í hverfum þar sem er rými. Við vitum að það er misgóð staða í grunnskólum borgarinnar. Staðan er mun betri í Grafarvogi víða heldur en í mörgum öðrum borgarhlutum og þess vegna var farið þangað. Þannig að það er fókus á reiti sem eru í hverfum þar sem innviðirnir eru til staðar og það er tiltölulega fljótlegt að gera viðkomandi lóð byggingarhæfa. Og síðan er þetta markmiðin að þetta falli vel að aðliggjandi byggð og fólk hefur náttúrulega kannski í kollinum svolítið þéttingaverkefni sem eru víða borg sem eru miklu stærri og stórtækari. 100 íbúða verkefni og 4, 5 til 6 hæða byggð en í þessu tilviki erum við að horfa miklu smærri uppbyggingu heldur en venjan er. Kannski skipti bara yfir á næstu. Þetta kannski sést ekkert mjög vel en þarna er mynd sem sýnir alla reiti sem eru skilgreindir í gildandi aðalskipulagi, uppbyggingarreiti. Og reglan er að skilgreina alla reiti sem eru með fleiri en 50 íbúðir. Og í Grafarvogi eru nú þegar skilgreindir svæði sem þekkir náttúrulega Gufunes og Keldur en það eru líka smærri reitir eins og hverfiskjarnin í Foldahverfi, bensinstöðvarlóðin við Fjallkonuveg er skilgreind sem uppbyggingarreitur og síðan Sólarrimi sem þekkið sem hefur farið á stað, hann er skilgreindur líka sem sérstakur reitur og svo Spöngin, reiturinn norðan við Borgarholtsskóla sem er ætlaður fyrir hjúkrunarheimili og síðan eru 3 reitir upp í Staðahverfi sem eru skilgreindir í samráði við Golfklúbb Reykjavíkur sem á eftir að kannski það veltur svolítið á samningagerð við Golfklúbbinn, þeir 3 reitir en þeir eru uppbyggingarreitir sem eru skilgreindir nú þegar í aðalskipulagi. Og þetta má segja að þessi stærri reitir og stærri reitir heldur en við höfum verið að skoða núna í þessu verkefni, í þessi minniháttar þétting innan gróanna hverfa. Og við vitum, það hefur verið hverfisskipulagsvinna í gangi víða í mörgum borgarhlutum og hún hefur gengið kannski hægur heldur en við höfum gert ráð fyrir og Grafarvogurinn var aftarlega í röðinni og Vesturbærinn og fleiri borgarhlutar. Þannig að við, svona í ljósi stöðunni í húsnæðismála, var ákveðið að fara í sambærilega greiningarvinnu í þessum hverfum og hefur verið gert í hverfisskipulagi víða borgina og hefði þessa vinnu áður en formlega hverfisskipulagsvinna hæfist en verður þá innleik í hana þegar þar að kemur. Þannig að við vitum að það eru, og það sem kannski stendur þarna á glærunni, að reiti sem við erum kannski sérstaklega að horfa á og við þekkjum úr mörgum borgarhlutum og reynslunni úr hverfisskipulaginu víða borg, er að það geta leynst vannýtt svæði meðfram umferðargötum sem hafa orðið svolítið eftir bara í skipulaginu og aðalskipulag hefur ekki verið að skilgreina, hefur oft verið að skilgreina svolítið þröngt íbúabyggðina og svoleiðis reitir eru rauninni ekki útivistarsvæði eða neitt slíkt en er ekki heimilað en ekki skilgreindir sem íbúabyggð og þetta er svona jaðrar sem hafa orðið eftir. Þannig að fókusinn er svolítið á það ef þú ferð bara á næstu. Hérna er síðan mynd sem er úr þessari greiningarvinnu og kom fram held ég á blaðamannafundinu sem var í forkynningunni í sumar og þetta er hluti af þessari verklýsingu sem er verið að leggja fram og kannski er rétt að taka það fram svo ég muni það að þessi verklýsing fer inn í skipulagsgáttina núna á fimmtudaginn væntanlega með athugasemdafresti þá væntanlega út mánuðinn og jafnvel lengur. En hérna eru þessi reiti sem eru sérstaklega undir og það eru 3 litir af þessum reitum. Gulleitu reitirnir eru þeir sem ég nefndi áðan og eru nú þegar skilgreindir sem sérstakir reitir í aðalskipulagi. Og svo eru appelsínugulir reitir sýndir þarna líka eins og við Hallsveginn eða Fjallkonuveginn, við Hallsveginn meina ég, eða Gagnveginn. Þeir eru reitir sem mögulegt væri að byggja á þess að breyta aðalskipulagi. Þetta eru svona vannýtt svæði meðfram sem við teljum meðfram viðkomandi umferðargötu. Og síðan í þriðja lagi eru reitir þarna, þessir rauðu reitir, að þeir eru til sérstakra skoðunar í húsnæðisátakinu og voru held ég kynntir örugglega allir á blaðamannafundinum á sínum tíma í sumar.
Og það sem ég er sett fram í þessari verklýsingu er annars vegar viðmið, hvaða viðmið við notum og það voru miklu fleiri reitir undir í forgreiningunni, þannig að það er búið að grisja úr og þetta er reitir sem við viljum skoða nánar. Þannig að ég er búið að ákveða eitthvað nákvæmlega hvað verður úr og hversu mikið verður byggt. En hérna er svona listi yfir atriðin sem við skoðum sérstaklega þegar við erum að velja þessa reiti. Eins og ég nefndi, þetta sé náttúrulega borgarlandi. Þetta sé svæði sem er auðvelt að gera byggingarhæft án mikils tilkostnaðar með uppbyggingunni sé verið að nýta það innviði sem eru til staðar og það sem er svigrúm í viðkomandi skólahverfi. Og svo náttúrulega tökum við sérstaklega fram að þetta sé ekki svæði sem þjóni ákveðnu útvistar hlutverki sé með verndargildi út af náttúru og þarna sé ekki til staðar verðmætar jarðmyndanir eða verðmætur gróður. Og auðvitað erum við að horfa líka á í þessu áhrifin á aðliggjandi byggð að það sé sem minnst áhrif á aðliggjandi byggð og hús. Jarðvistýpa og landhalli skiptir náttúrulega máli og síðan eru að skoða náttúrulega hljóðvistina er þessi reitur útsettur fyrir þá miklum umferðarhávaða og síðan almennt hvaða tækifæri eru á viðkomandi reitum til að annars vegar að hvers konar húsagerðir er hægt að bjóða upp á reitunum og hvernig þetta rímar við rauninni þær húsagerðir sem eru í grenndinu og hvernig þetta styður við fjölbreytt framboð í viðkomandi hverfi. Ferð á næstu. Í verklýsingunni er síðan sett fram rauninni eins og við gerum þegar við erum að breyta aðalskipulagi að þá setjum við fram lýsingu á því hvernig ætlum að standa umhverfismatinu. Og það er þó nokkuð ítarlegt umhverfismat sem fylgir þessu með ótal spurningum sem við verpum fram sem við ætlum að nota þegar við erum að vega og meta þessa reiti og bera það saman. Ég ætla ekki að fara yfir þetta hér, þetta er inn í verklýsingunni sem verður sem þið getið fengið og er rauninni orðin opinber, hún var lögð fyrir borgarráð í seinustu viku. En þessar spurningar endurspegla rauninni það sem ég var að segja hér áðan og var rætt hér áðan. Þannig að við erum að vinna þetta þannig þú fer bara næstu. Það sem er framundan að vinna þetta þannig að við erum að greina þessa reiti betur út frá þessum viðmiðum og þessum matsspurningum. Við ætlum að halda þetta opna hús sem sagt 19. september og þar mæta þessir ráðgjafar sem er að vinna með þessa reiti og þá geta íbúar fengið tækifæri til að skoða betur inn í þessa vinnu með ráðgjöfunum og í kjölfar þess fundar þá fáum við ákveðið innlegg inn í vinnuna eftir opna húsið. Í kjölfar þessari vinnu þá munum við fara í formlegt mat á hverjum reit fyrir sig, bera það saman og sjá hvaða reitir eru að koma best út og á grundvelli þess verður ákveðið hvaða reitir verður farið með í frekari deiliskipulagsvinnu og þeir reitir sem fá það brautargengi að þeir verða væntanlega þá kynntir sem drög að tillögum ég reikna með gæti orðið seinni hlutann í október eða byrjun nóvember og þá kynnum við væntanlega þær breytingur og aðalskipli sem þarf að gera samhliða. Þannig að þetta ferli sem er lýst þarna neðst á myndinni er rauninni ferli fyrir aðalskipulagsbreytinguna en við kynnum, en það verður samhliða þá ferli deiliskipulagsvinnunar. Þannig að ég reikna með að eftir opna fundinn og frekari vinnslu að þá verði komin drög að einhverjum tillögum fyrir valdareiti í lok október og það verði haldinn annar opinn fundur þá það leyti. Áður en þetta síðan kemur aftur inn til umhverfis- og skipulagsráðs til samþykktar í auglýsingu og þá tekur við þessi lögformlega 6 vikna auglýsing sem alltaf er farið í með skriflegum athugasemdum. Ég held ég bara stoppi hér og gefi fólki tækifæri til að spyrja frekar. Já, takk fyrir þetta. Ég spyr bara, fáum við ekki þennan glæri pakka því að ég spyr þér að lúslesa þetta fyrir 50. 19. Og ég hjó eftir þú talaði þarna rétt við Borgholtsskóla, þessa bananaloft. Er ekki búið að falla frá því að þetta eigi að vera hjúkrunarheimili?
Við finnst við hafa rætt á skólanefndarfund í Borgarskóla. Já, það er þá, ég þekki það ekki, Nei, það getur já. vel verið, en það er einhver ástæða fyrir það, sko ríkið hefur, það er tilbúið deiliskipulag, Já. lóðin er byggingarhæf rauninni og það hefur eitthvað gert það að verkum að ríkið hefur ekki farið á stað með þetta en ég hef ekki heyrt þetta. Nei, ok. Það kann En að ég, vera. já, Síðan er verkefni með lóðum á bak við verslunarkjarnan við Fjallkonuveg. Það er einhver hér, örugglega þú Árni sem veist að, Ég þekki það. já, hverjarskettan í, Já. já, að ein lóðin þar hafi verið frátekin fyrir heilsugjæslu Já, hún var og það. eitthvað meira. Það er alveg flenni mikið, er eitthvað Já. því svæði sem er að nynna? það er ekki verið að tala um sko almenna íbúðaruppbyggingu þar, það er meira sko mögulega frambýli fyrir fatlaða hefur verið rætt um, eða svona í búsettukjarni fyrir fatlað fólk sem er þá kannski, sem er kannski 6 íbúðakjarni eins og þeir eru. Já, eins og í Það var búið að taka það frá fyrir það einhvern tímabundi. Já, þetta átti að vera heilsugæsla, sko. Þetta var frá því. Já, sínum tíma. Já, sínum tíma. En mér sýndist vera blettur yfir leikskólanum Funnaborg. Þú mátt fara tilbaka hana. Ég veit ekki betur séð þetta. Ég er að sjá þetta fyrsta skipti og ég er búinn að kalla eftir þessu síðan kynningin Já, var. ég hef ekki séð þetta svona nákvæmt, þetta er bara að vera Það mismunandi fer blað. bara næst og undan, Nei, þessa hérna. Mér sýndist vera aðsýningunni litur eða ljóslitur yfir leikskólanum Funnaborg. Það er möguleiki að við skoðum líka jaðra á svæðum sem eru fyrir samfélagsstofnunar. Það eru vannýtt svæði í jaðrinum og það getur vel verið að reitunum sé skilgreindur allur yfir en sjálfsögðu ekki farið yfir leikskólan sjálfan. Þannig að það er kannski einhver möguleiki sem hefur verið skoðaðar þar en ég er svo sem ekki til að svara því hvernig einstakir reitur eru hugsaðir. Þeir eru skilgreindir eins og reitunir þetta nist í hverfinu til dæmis. Þeir eru skilgreindir svolítið vítt og Er þetta bennstöðlóð? það er, já, Fjallkonuvegurinn er þarna inni sem reitur. Þarna er semst ólíslóðin við Fjallkonuveg. Það er að fá að sjá þetta núna 2. september og þetta var kynnt í miðjan júní, sko. Og þú segir fyrir að ég gríp þetta orðið, 30. september, athugasemdafrestur, það náttúrulega gengur ekki upp. Nei, ég sagði út mánuðinn, það stóð 30. en ég held sko í ljósi þess að íbúðarráð fundar í byrjun mánaðar að þá höfum þetta til 15. október, þá er opnahúsi búið náttúrulega og þetta erindi kemur formlega til eitthvað núna eftir samþykkt borgarráðs núna í seinustu viku. Þetta fer í skipulagsgáttina á 50. og þá er þetta sendt út til allra umsagnaraðila. Þannig að þið hafið tækifæri út mánuðinn til að ræða þetta og taka þetta fyrir þá og íbúðarráðsfundinum í byrjun október. Gott, Ingimar. Já, takk fyrir, Baldur. Ég svona aðeins að velta fyrir mér, eins og ég kom inn á áðan með borgarstjóra, er þetta nauðsyn. Við þurfum að finna lóðir, við þurfum að byggja meira. Og þá þurfum við að leita leiða til þess að gera það í gráðu eins og annars staðar. Ég er sjálfur í Staðarhverfinu og ég þekki náttúrulega marga nágranna mína og við myndum vilja tengja þetta frekari uppbyggingu í Staðarhverfinu með þá, sko, að því ég sagði nú líka á fundi með borgarstjóra að það er ágætt að benda á að menn getur þá fengið eitthvað í staðinn. Og fyrir okkur í Staðarhverfi þá skiptir máli að fá barnaskóla aftur í hverfi. Það er hálf kjánalegt að vera með svona hverfi sem er hannað fyrir barnafólk og vera síðan ekki með barnaskóla. Það er mjög skrítið. Það eru hópar í Staðarhverfinu sem hafa verið að berjast fyrir því að fá barnaskólan aftur í hverfi. En ég skilu þetta forsendurnar. Ég meina það er ekki gott að vera með barnaskóla ef það er ekki börn. Og pábörn getur við það. En það har nú verið út á landi er það þannig að það er ekki barnaskóla þegar það er 5 börn í sveitarfélagi. En þannig að þessu sögðu, þá er ég svona velta fyrir mér varðandi þessar uppbyggingareiti. Þú talaður að þetta væri einhvers konar samkomulag við golfklúbbin. Ég er nú í þessum golfklúbb. Og þetta er Ómar og þá félag ágætlega. Hvað stendur í vegi fyrir að því þetta væri, sko, ef við tölum að því ég sá greininguna sem lá fyrir fundinum og þar var greining varðandi fjölda barna sem að verða að bæta við í
í hverjum skóla og þar var náttúrulega ekki talað korpuskóla, en það hann ekki í notkun. En þar er náttúrulega bara pláss fyrir 600 börn og þess vegna sko það tilvalið að nýta þann infrastruktúra því sá skóli bara stendur tómur og það bara kjánulegt að setja það ekki bara eftir í forgang. Það byggja upp í þessu hverfi að því þarna þurfuðu bara börn. Hvað eitthvað? Sko, ef ég á svara þessu að á sínum tíma þegar var verið að ræða einmitt korpuskólamálið og þá var svona þessi reitir þarna sem eruð, þá voru þeir eiginlega ekki svona í forgangi. Það var þarna, en ég myndi segja að þeir væri svona meira í fókus núna. En þetta hefur svolítið, veltir svolítið á sko svæði þarna norðan við Egilsvöttina sem er bara þægilegt svæði að byggja á held ég og það truflar ekki marga en það æfingasvæði einhver sem þeir hafa æfingavöllur þannig að þeir hafa hikað við að fara þar fyrst þannig að svæði þarna næst Korpu ánni sá reitur er svona fyrstur í röðinni sem gefur kannski minnstu möguleikana en samt eitthvað og svo er svæðið þarna meðfram við Korpustaði sem er líka mjög stort svæði og þannig en uppbygging þarna eykur náttúrulega líkurnar á því að lítur auka líkurnar á því að það skapist forsend til að opna skólan aftur hvernig sem það verður sko ég get ekkert sagt það. Nei, nákvæmlega, það það sem ég segi sko það var bættar forsendur fyrir þessum nýja íbúa. Ég skoðaði einmitt einhvern tímann barndreifinguna þar þegar það kom upp fyrir íbúar á óskum að annar skóli myndi nýta sér þann skóla þeim muni eftir því fyrravetur. Þá einmitt fengum við upplýsingar dreifingu barna í þessum hverfum og eins og staðan núna þetta þarf þurfum þið þannig staða hverfum duglegar eignast börn. Það er bara eitt þessum fórsendum. Ástarvika sérstök á Bolvískri fyrir mig. En þess að skiptir líka máli að þessi hús sem verða byggt þarna á svæðinu það sé þá ekki eyrnamerkt 60 pluss. Skiljið? Já. Þannig að það sé þá með þarfir barnafjölskyldna að leiðarljósi. Það sem að byggt er þarna því að þó skólinn sé tómur þá er væntanlega með kannski ekki svo miklum tilkostnaði líka hægt að nýta hann fyrir þá yngri börnin leikskólan af því við erum að tala skorta leikskólaplássum og allavega. Þannig að þetta er alveg rétt ábending í sambandi þetta hvernig. Já, fyrir ekki. Ég bara takk kærlega fyrir þessa kynningu. Þetta er fyrsta sinn sem ég sé þetta öðru sem túrs á blaði og þetta hefði þurft að koma í júní og samráðsferlið hefjast þá en gott og vel. Sko, sumarlóðirnar eru ágætar og ég ætla ekki að tjá mig það efnislega en ég sé bara á þessu og það sem ég heyri í umræðinni neðan úr húsinu við tjörnina er að nú er allt í einu bensínstofanlóðir eins og þessu útbúnar frá Satan sjálfum sko. Tilfelli er að bílafloti mun fara yfir í rafbíla, hægt og ljótt. Það gerist ekki með einhver lagaboði eins og sumir halda heldur mun það gerast eftir þessi tækni flegi fram og fólk endurnýja sína bíla. Það er bara eðlilegt. Alveg svo snjallvæðing farsímanna tók ákveðinn tíma. En það sem er að gerast, svo ég upplýsi þið pínlítið og þið getið kynnt ykkur það, er að það er smám saman að verða breytingar á rafbílum þannig að þeir eru að taka skemmri tíma í hleðslu en þeir eru ekki að fá færri amper. Það gerir það verkum að það þarf meira afl í stuttan tíma til þess að hlaða hvern bíl. Og þegar það er komið upp í að kannski 60 kWh bíl er að, eins og menn er að tala um að gæti orðið 2028-2030, er að hlaða á 15 mínútum jafnvel skemur, að þá ræður verðilegt húsarafmagn eða rafmagn í húsahverfum ekki við það. Bensínstofalóðirnar flestar í Reykjavík eru þeim luxus gæddar að vera á svona krossgötum þar sem það er oft og yfirleitt háspennustöð nálægt. Þannig að til framtíðar þá eru þetta æskilegustu staðirnir fyrir að hlaða rafbílinn. Þannig í guðanna bænum ekki horfa á bensínstofalóðir eins og skrattin hafi smíðað þær, horfið á tækifæri sem það koma til með að nýtast í þessari orkuskiptavæðingu bílaflotans og annað líka að bíll þarf rúðuvökva, bíll þarf loft í dekk, bíll þarf hinn og þessa þjónustu sem ekki fer fram í heimahúsi eða á skólalóð. Þannig að menn verða að horfa fordómalaust á þetta kerfi eins og önnur kerfi.
Já. Já, ég vil bara svara þessu, þó að þetta sé ekki kannski efni fundarins, þá er þessi stefna bensinstöðvar þannig að það er ekki verið að hreyfa við þjónustulóðum við stærstu umferðargöturnar. Þær fá að vera áfram og já, þessi er með heimild til að breyta, en það er gert ráð fyrir hins vegar á flestum lóðuna sem er verið að mögulega umbreyta að það verði fjölorkustöðvar og möguleiki áfram á sem sagt, það getur verið þetta skipuleggin þannig að það sé áfram þjónusta við bílinn með orku eða einhverju öðru. En já, það er kannski ekki fleiri spurningar. Já, ég þakka bara kærlega fyrir þessa kynningu, góð eins og við bara búast, en og ég hafði sjálfsagt séð kort áður, fæði aftur, en mér langt til að spyrja og mitt óska eftir því að það getur verið erfitt að áttast sig til fullnustu á kortunum hvað þessi reitir nákvæmlega eru. Þess vegna verður ágætt að fá lista með götuheitunum. Þetta er náttúrulega allt við ykkur götur og ef þessar íbúðir rísa þá er þetta við ákveðna götur og ég veit þessi listi er til það verður ágætt að fá götuheitin þannig að maður geti áttast til fullnustu á kortinu. Já, við getum aðtugað það og reynda að koma þeim gögnum þá út fyrir opna húsið þannig að fólk vakni og viti hvað reitir eru þannig mest undir. Mér finnst líka fyrir þann fund þá þurfum við allir íbúðaráðin að vera komin á aðeins með meiri vitneskju og geta útskýrt því það er mjög margir út af hverju spór sem snúast til okkar og spyrja þá er við fyrir okkur að segja ég bara veit það ekki. Það er einhvern veginn ekki gott. Þannig að fyrir þennan fund þarna að við séum komið með þessar upplýsingar sem þið getið og þú getur látið af hendi. Þannig að við höfum haft tækifæri til að kynna okkur að fyrir fundi. Þá verður það frá. Ég held að séum við líka bara gott upp á það að fundurinn heppnist. Að við séum þá búin að pinga semst þú kalla eftir upplýsingum þá getur við erum án og þá meiri líkur að íbúa vera ánægðir. Já. Á fundum. Það er rétt. Neida, þá bara sleppa þér heim. Já, ég get alveg nefnt bara að því það var spurt Keldnalandið og það sem er framöndan þar að það keldur verða kynntar í ráðunum í vikunni og síðan verður þetta lagt formlega fram í næstu viku þannig að samráðs upplýsingar ferlið og þessa sýningu sem hefur verið mikið spurt að hún á að hefjast hér í þessu húsi held að sé ráðgert þarna fljótlega eftir 20. september og það er ástæðan fyrir því að við höfum verið að tefja þetta og ég held að við höfum rætt þetta í sumar að verklýsing aðalskipulagsbreytingar vegna Keldna að hún verður samþykkt og þá hefst þetta formlega ferli og við vildum tengja sýninguna á vinningstillögunni akkurat við það ferli. Þannig að vinningstillagan verður sýnd? Hún verður sýnd, já, á spjöld, já, það verður svona sýning, já, og hún verður ráðgjafarnir sænsku sem þeir verða landinu þarna í 3. vikunni eða seinustu vikunni í september og það verður opinn kynningafundur þar sem þær kynna þetta og síðan er ráðgert að halda opinn kynningafund meðan verklýsinga aðalskipulagsbreytingar í gangi. Þar verður athugasemdafresturinn til 31. október að við höldum síðan almennan íbúafund væntanlega í Foldaskóla eftir miðjan október og þá flytjum við væntanlega sýninguna á vinningstillögunum þangað. Þannig að það er komið þó nokkuð mikið plan til að kynna þetta núna á fyrstu stigum vinnunnar. Já, alveg, já. Þegar að segja þessum lið þá lokið. Já. Takk fyrir. Það er skiptum glefu. Takk. Það er vant, ég var að segja neyðustum skora á borgarstjóra samt þess að þetta verið sínt. Já. Já, já. Já, þetta er ekki bara, þetta er þá orðin tvær bókanir.
Já, þessar glerbrýn efnislega eru þess að það vinni sko. Já. Ekki bæði sendar undir fundin og eins getur bara sendt ykkur að Og göturlisti, þú er líka frá hann. Þá var það næsta á dagskráni. Kæra þakkir. Það er hverfið og mér langar bara kannski upphafi og svo tökum við líka þarna bókuna frá þér Kjartan skauta kannski yfir það sem ég hef komið nálægt í sumar sem flokkast undir þetta og þið munið að áður en við kvöddumst í vor þá vorum við að tala öryggismyndavélarnar og við settum saman plagg fyrir bara oddvitana. Mér var síðan boðið að koma á meirihlutafund, þá hittum við alla í meirihlutanum og það er núna næsta mánudag, þannig ég mun bara leggja fyrir sama plaggið og ég mun fylgja því úr hlaði með, sem er þá komið meira heldur en var akkurat í því blaði sem að við bjuggum til fyrir oddvitana. Það eru kannski, það sem við heyrðum í fréttum í sumar, það voru skemmdarverk í skólum, það voru skemmdarverk hér í Rimaskóla og það voru skemmdarverk í Álftamýrarskóla og þetta voru sérgreinastofur ótrúlega mikla skemmdir og dýrt og ég hef það eftir skólastjóra annars skólans að það var búið að fara fram á að hafa svona öryggismyndavélar á skólalóð þegar skólahald er ekki í gangi og þannig að mér finnst það svona ýmislegt sem að mælir með að þessu umræða fari fram að meiri sko festu og svona öðru vísi heldur en kannski verið hefur innan borgarinnar þó ég fari nú ekki að blanda síðustu málum inn í þetta. Þannig að þið vitið að því að ég mun fara með þetta plagg sem við ætlum að leggja bara fyrir oddvita fyrir alla í meirihlutanum. Svo hérna staðan í friðunarmálunum á Voginum, ég hérna var á svona meirihlutafundi daginn og þá talaði ég sérstaklega við Dóru Björt og ég ítrekaði þetta við hana, sérstaklega þegar hún er formaður í umhverfis- og skipulagsráði og mér finnst að við höfum bara að halda því til streitu að tengja þetta síðan við eins og við getum uppbygginguna í Keldnalandinu. Ég hérna fór í vor á kynningafund í sambandi við uppbygginguna á Keldnalandi og við bara, eins og Haraldur er búinn að vera að tala það er margt að gerast núna næstu mánuði því og síðan var að starfshópur Sundabraut, það kom þarna líka fulltrúi íbúasamtakana sem er með ykkur í umferðarhópnum og það var í júní ég fór á fund þar og ég lagði fram og ítrekaði bara þá skýrslu sem við höfum lagt fram í ráðinu Sundabrautina. Þetta var fulltrúi Eflu sem fyrst og fremst hafði orðið og var að ræða stöðuna á ýmsum matsferlum, jarðvegi, straumum og hin og þessu sem þarf að skoða þegar farið er í svona framkvæmdir. Og eins og kom þarna fram að stefnt að undir lok árs verði forhönnun og mat og umhverfisáhrifum lokið, kynnt meðal íbúa fyrir árslok. Síðan var að byggðin í Gufunesi, já því ég er inn á öllum þessum síðum, þá tók ég þetta eftir því að þau lentu í vandræðum með aðgengi fólks með bílana sína, þau sem búa í þarna fyrstu blokkinni, fyrst og fremst og þá voru framkvæmdaraðilar sem höfðu lagt vinnuvélum bara í akstursleiðinni. Þetta er svona eins og hálfvegis næstum upp á gangstétt eða göngustíg sem fólk er að keyra eftir. Ég hafði samband við nokkra byggingaraðila og ég tengdi þá við tengiliðin í Gufunesi. Og hún heitir Marja Rut Hinriksdóttir sem er þarna í forsvari fyrir framfarafélag Gufunes. Ég sá líka að það var verið að rukka þau fyrir að leggja bílum ólöglega. Mér fannst það svo ósanngjarnt, þannig að ég hafði samband við bílastæðissjóð og talaði málið þeirra og
tengdi þau líka saman og það var alveg fullur skilningur á því þar að það væri eiginlega varla hægt að fara að sekta fólk þar sem að þau hafa lítinn og lélegan hreinlega aðgang að húsinu sínu eða blokkinni. Svo það þarna í sambandi við strætóinn, eins og ég sett þarna inn, við fengum við svar frá strætó breytingarnar á leið 31 sem við ræddum þegar hún var fulltrúi strætó var með okkur á fjarfundi, og þá ræddum við þetta og ræddum hugmyndina að tíðinin ekki 15 mínútur heldur 20, hvort að þá myndi koma nóg mikið svigrúm til að væri hægt að bæta við Gufunesinu, og við fengum svarið eins og munið og þeir telja það ekki hægt, það sé allt eitthvað svo voðalega þröngt og tíminn svo knappur, eða þá að hann verði allt of mikill og strætóinn illa nýttur. Og svo kom þarna einhver tafla yfir innstig og útstig, svona þannig að ég var ekki alveg nóg ánægð með þetta. Þannig ég setti saman bréf sem ég ætla að senda ykkur og ég vil fá að senda á Dóru Björt því að hún varaformaður strætó. Hún sem sagt fulltrúi okkar Reykvíkinga í þessu samlagi og ég vil bara vita hvort að þið séu sammála því að ég setji saman bréf til hennar og vísi þá í svar fulltrúa strætó þessa leið 31, því það þetta eðlilegast að leið 31 bara taki þetta skrans þarna út á Gufunesi. Þannig að þið eru sammála því, þannig að bara alveg næstu dag þá sendi ég ykkur bara bæta við. Rökin náttúrulega þau að það náttúrulega bara, það þarf ekki orða það svo gróft eins og ég gerir nú. Það náttúrulega forkastanlegt að bjóða þetta hverfi fram sem hverfi fyrir bíllausa lífstíl og það dettur engum í huga að hafa almenningssamgöngur. Sko, þú veist, fólk bara gaggala bús. Þannig að þetta bara lágmarkskrafa. Fyrst að það verið að bjóða fram á þetta hverfi, að bjóða upp á almenningssamgöngur þangað. Mér finnst líka bara að þó sér reynt að klóra í bakkann með því að hafa leigubílastaurinn. Það bara ekki góð uppeldisaðferð finnst mér að venja fólk við að það getur bara farið út á staur og fengið leigubíl. Síðan var að Bryggjukverfið og ég hef verið í sambandi við hann Bjarna Þór þar út af fallvörnunum á Bryggjunni og ég fundaði með honum og Aðalsteini Hauki Sverrissyni, fulltrúi í umhverfis- og skipulagsráði. Hann mun taka þetta mál áfram og ég búin að sýna honum svona nokkrar hugmyndir sem ég hef fundið, tekið myndir af í sambandi við fráganginn á þessu, hvernig hægt að vinna þetta mál þannig að það sé hægt að sætta sig við það og hann mun fylgja því máli eftir hann Aðalsteinn eða Alli. Síðan fékk ég upplýsingar bara heima frá mér ástandið í Fuglahúsinu sem hinum megin í Grafarvoginum en tilheyrir okkur auðvitað og það var spurning umgang og umgengni og þarna voru 2 hnífar inni, stórir svona kutar, að öðrum var stungið svona inn í eitthvað timburvegg eða timbur eitthvað. Ég var ekki þarna heldur maðurinn minn og barnabörn á hjóla og svo bara hnífsblað og ég bara samband við lögregluna og lét á vita og líka talaði ég við hann Ragnar hérna í miðstöð því að en þetta hverfastöðin sem á að sjá umgengnina þarna. Þetta krotað yfir fugla og þannig og svo gat í gólfinu og þetta einhvern veginn ekki eins og það á að vera og það þarf ekki að fara mörgum orðum með það að í huga okkar í dag auðvitað hnífur, stór hnífur, ekkert annað heldur en ef við leigja þarna 2 byssur. Þannig að þetta gengur þetta ekki upp. Þannig að ég leiði mig bara sem formaður í íbúaráði að hringja í lögregluna til að láta þú líka vita að við erum að fylgjast með. Ég talaði við Vegagerðina vegna lagfæringar á Gullinbrú sem ég að taka alveg óralangan tíma og ég botnaði ekki alltaf í og það kannski segir það að maður veit ekki allt. Stundum var verið að vinna í þessar akrein og svo eftir næsta dag hinni og svo kannski 3. daginn ekki neitt og þarna kom mikil umferð að teppa eins og við vitum sem keyrum þessa leið. Og
þetta, og ég fékk upplýsingar hvað væri verið að gera þarna, þetta einhverjar þenslumót í steypunni og það var líka verið að vinna þarna undir, það hafði hrunið úr steypu þarna undir, þetta undirgöng sem við notum þegar við förum yfir í Bryggjukverfið eða tengjum þessi hverfi alls saman og það var líka verið að laga þarna rafmagnsleiðslur, þannig að þetta tók heilmikinn tíma en það stóðst allt sem þeir sögðu væntanlega verklok, þau urðu þá þarna þegar það var sagt. Svo var ég bara ána með hverfistréð, ég hef ekki séð þetta tréð, það hefði við Reykjafold 12, það er Hlynur, ég sá bara líka myndaði og mér fannst það bara æðislegt og svo vil ég bara fara að trekkja ykkur upp þarna, það komið út í loftið og það verður meiriháttar fundur nokkar í nóvember þegar þið leggja fram skýrsluna og þá er spurning, er það ekki umhverfis- og skipulags sviðsfulltrúar einhverju sem við bjóðum á þann fund til að taka formlega við skýrslunni. Er það ekki? Og við látum fylgja með skýrslunni skipunarbréfi þannig að liggi ljóst fyrir til hvað það rætlast. Þannig að þetta er nú svona það sem ég hef verið að bauka við og tengist íbúaráðinu í sumar. Kjartan. Já, takk fyrir það. Það er að þú ekki settið auðum höndum og er ekki rétt, munið hann bara þessi leið til þetta er bara leigubílandi leið núna, maður þarf að hringja. Nei. Já, en fer út í Gufunes? Já, bæinn. Já, Gufunesbæinn er ekki út í hverfi. Íbúar í Gufuneshverfinu, þeir geta hringt að leigubíla á einhverjum ákveðnum tímum. Já, sem skutlar er þá að Upp í Spöng. Já, akkurat. Og já, fínt og þessir íbúar í Gufunesi sem hitti fyrra, þeir vöktu líka athygli að því, ég veit ekki hvort það komið í lag að göng- og hjólreiðastígurinn sem þjónar fyrra hverfi, hann næri rauninni bara að Hamrahverfi. Þegar þeir eru að koma úr miðbæmi, eða koma þá leið, þá næri hann ekki lengra heldur en í Hamrahverfi. Alveg hárrétt. Það er bara stofnun aftur. Ég benti á þetta í fyrra fundur, ég man ekki hvaða fundur var hérna þá, að það sé bara lífshættulegt að hjóla Gufunesveginn og það er mjög auðvelt að gera hjólastíg við hliðina á honum. En ef þú kemur hjóland úr miðbænum og tekur hamarinn, þá kemstu hamarinn og þú kemst alveg út í Gufunes, þú kemst alveg sjávarmegin, sko. Nei, þetta er það. Út í Gufunes, en svo endar hann þar. Og þá er drulla fyrir Gufunesið og út í Gufunes, Frisbíið og það, já. Þerfardrulla, en þú getur farið Valbyggastíginn upp á Gufunesbæ og út á Já. gatnamótin við skemmtigarðinn, en þá ertu í lífshættu að hjóla þennan ömurlega veg og Jú. það er engin litur verið sýndur í að laga hann eða gera hjólreiðastíga nokkuð skapaðan hlut. En það var að framkvæmda áætlun þessa árs, eitt af því sem þar var, að það var einmitt að tengja þessa hjólastíga. Þetta er líka spurningin að tengja Gufunesbyggðina bara við Spöngina, bara fólk sem að fara í búðina og ganga fram og tilbaka. En það er þá ekki göng- og hjólreiðastígur þá frá Hamrahverfi út í Gufunesbæ, það er bara einhver slóði. Þú verður að taka svona, Jó, það er út í Gufunesbæ, en frá Gufunesbæ og niður í Gufuneshverfið, þar er bara vegurinn sem er mjög illa farinn og vantar smá út. Hitt málið sem er langt að innbra á varðandi fallvörnina í Bryggjukverfi, þá flutti ég tillögu eftir fund hér í umhverfis- og skipulagsráði í maí sem hljóðaði svo: lagt er til að öryggisgirðing eða önnur fallvörn verði sett upp meðfram lágum bryggjukanti við Naustabryggju í Bryggjukverfi í því skyni að draga úr slysahættu þar. Og tillagan var tekin fyrir í 8. maí og var frestað og þá væntanlega vísað til umsagnar en umsögnin er ekki ennþá komin. Hins vegar eftir ég flutti tillöguna þá fékk ég tölvupóst frá manni sem sagði að fyrir 10 árum þá hefði dóttir sín slasað sig þarna illa og sagðist henni að það hefði verið fleiri tilvik. Við rættum þetta þarna niður á bryggjunni því við fundum bara á vettvangi og Aðalsteinn auðvitað hans, eins og hann sagði, ef að hans viltustu, trilltustu raumar næðu fram að ganga, þá myndi hann framlengja bryggjuna þannig að þegar það er fjara þá hrynur ekki niður í stórgrýtið. Og stelpan fer og handleggsbrotnar en sem bjargar henni var, hún var með hjálm,
og annað sem að hann tók eftir, hann Aðalsteinn, það var að við bryggju endan svona kantur, eins og hann sagði, fólk sem labbar hérna, það tekur kannski ekki eftir honum og spurningum hvort hann sé bara auki hætt á þú rekið tærnar í. Já, af því alveg út á enda svona kantur. En Ég geti trúa að ég skoða þetta, sko, maður geti rekið tærnar í kantinn í myrkri já, og flogið fram af, en á móti kemur að ef maður kemur að hjóli þá myndi nú kanturinn stoppa mann í þessum Já. tilfellum, sko. Ég held að það verður frekar að bara setja girðingar í kanturinn. jú, ég sendi síðast mynd af frágangi á svona sambarinlegu svæði við Garðskagavita. Þannig að, Nærtækast bryggjukverfið í Kópavogi. já, svo líka þar. Ég nú í framkvæmdum og ég fæ athugasemdir við öryggisúttektir og við innleggingu uppdrátta ef að öryggismálum ekki fullnægt. Og það alveg með ólíkindum og til vansa að 30 árum eftir þetta hverfi var gert að það skuli enn vera að rífast að setja einfalda girðingu þar. Nú ég bara stundum alveg bara ekki einasta orð. Þetta var svona PPP-verkefni, sko, telur ekki borgin og sem sagt, það var mistað að við unnið sko, að borgin einhvern tímann hefði því verið svarað að borgin teldi að einkaaðilinn sem gerir hverfi björgun ætti að gera þetta, svo vísuðu menn svona aftur í hvorf annan, var það ekki? Þetta ekki einu kostnað. Þetta kom, Borgin hefur tekið, ég veit ekki betur, borgin hafi tekið við öllum gatnamálum og alveg öryggismálum í hverfinu, þetta ekki? þetta kom fram, Kjartan, á fundi með umhverfis- og skipulagssviði þegar var að kynna framkvæmdir í hverfinu. Þá kom þetta fram að því að þegar við munið ekki ákvaðum að senda ekkert inn, af því að við erum þá að finna eitthvað annað sem þyrfti að taka úr öðru hverfi eða eitthvað svona sambarilegt, því það er ekki auknu fé veitt í málaflokkin og við ákvaðum þessu ráði að senda þessna ekkert inn. Ég ítrekaði þetta á fundin með meirihlutanum núna sem ég var á þarna daginn og einmitt því var þetta bara mótmælt þess svona getur þetta ekki verið, en þetta kom samt svona fram á þessum fundi og það kom líka fram á þessum sama fundi að það væri einhvern svona teygjutvist hver ætti að ganga frá í bryggjukverfi því að bryggjukverfi hefði verið í einkaframkvæmd, en samt ef við förum að tala hefðina, þá það alveg rétt, borgin hefur verið að koma með hreinsi átak, blómaker, gatnagerðina og allt þetta, þó í upphafi hafi hverfi verið byggt, hannað og byggt í einkaframkvæmd á lóð björgunar og síðan selt einhverjum ég kann ekki tá sögu og ætla ekki að sitja mig inn í hana, en mér finnst þetta bara ekki ganga. En borgarstjóri hefur búin að heyra þetta, sko, þegar mín er ekki svo að það er stundur svona bara alveg lítið mál sem kostar kannski ekki mikið að laga og það er ekki gert fyrir það kemur ekkert bara og virkilega lemur í borðið, sko. Annars eru menn bara alltaf að vísa þessu hver annan. Já, en það er svo skemmtilegt að maður er svo frá náttúrunni hendi, svo þrjóskur og þver, að við gleymum þessu ekki. Já. Það er að semja við íþrótt, það er náttúrulega oft komið til í á borginni að íþróttafélög eru að byggja girðingar og kemur alveg rosalega há kostnaður alltaf á borginni, svo tekur við komið til íþróttafélag þetta bara að sig sjálft fyrir kannski 300 eða 400 kostnaði. Þetta er bara, Viltu senda mér þessa mynd? ég er búinn að því. Flott, takk. Ég senda hann áfram. Ég gerði það fyrir tæpa ári. Fyrir ári? Þetta er bara já.is. Já, eitt af því sem kom fram á þessum fundi okkur hérna á bryggjunni var að það eru öðruvísi kröfur fá ráðgang ef að bílaumferð er að ræða við bryggjuna eins og í Vogabyggð. Þetta er gönguleg. Þetta er gönguleið. Flott, sendi þessa mynd áfram. Heyriði, klukkan tifar og hún er orðin, hvað er hún? Hún er verið að 6:30, nei. Hún er korter yfir 6. Við hefum alveg tíma. Gullinbrú, það er sambarlegar framkvæmdir búin að vera á Höfðabakkabrú. Og núna í 3 vikur, frá því viku fyrir Verslunarhelgi og 2 vikur fram í ágúst var ekkert unnið. En gatan áfram lokuð, önnur Akureyri. Og ég finna þarna yfirleitt daglega þeir eru að byrja að vinna einhvern tímann trúlega upp á 8 og þeir eru yfirleitt alltaf fartir kl. 4. Þannig að sko framkvæmdir á umferðarmiklum umferðaræðum, við verðum að gera meiri kröfur til framkvæmdatíma heldur en þetta ágæta fólk er að
ekki bara allast til að sé unni lengri vinnudag og það sé láta hendur standa frá og ermum til þess að vera ekki að tefja umferð. Að manni læðis á grunnu að þetta sé ákveðin taktík til þess að tefja umferð. Sko ég ræddi við einstakling hann hjá Vegagerðinni í sambandi við okkar mál og þá var í gangi sambarileg framkvæmd yfir þarna Elliðaárnar þegar maður keyrir úr Árbænum og yfir Elliðaárnar upp í Breiðholt. Já. Þar urðu þeir að stoppa sökum þegar var há veiðitími í ánni eða eitthvað. Síðan var ég að segja með þetta að mér finnst stundum vera bara unnið svo stutt svo kæmi enginn daginn eftir og eitthvað svona bla bla bla. Og þá þetta bara einhvern veginn sýndi það sig að ég var ekki alveg nóg vel inn í málunni því að hún sagði mitt frá því að stundum þurfti þetta að þorna einhvern ákveðin tíma, þetta efni sem er sett í þetta þenslubil eða eitthvað. Ég hef engar forsendur til að meta það og ég get bara ekki ímyndað mér að það sé eitthvað sem hugsi, ég skulum bara vinna þetta hægt og rólega svo þau stoppi nú í umferðinni, ég trúi ekki. En mér finnst allar svona framkvæmdir hljóta auðvitað þurfa að taka með það því að það gangi eins hratt fyrir sig og hægt er. Annað er bara eiginlega ekki ásættanlegt sko. Borgarfjarðarbróin fyrir 2 ára, það var mjög alvarlegt slys beinlínis út af því það. Já. Það var að drollast við þetta mánuði saman í besta skammdeginu. Í miðlum. Já. Er eitthvað meir hverfið? Ég myndi kannski aðeins koma inn á það sem við erum bara verið að ræða áður. Það er við, ég man ekki eftir að við höfum fengið, við óskuðum eftir svona yfirlit yfir framtíðarverkefni og stöðu þeirra. Sem að við höfum, að eitt af okkar hlutverkum er að kjósa og fylgja eftir verkefnum sem að hafa farið í gegnum íbúakosningar eða annað. Við vitum náttúrulega eitt verkefni sem þú myndist á hérna áðan, það er öryggismyndavélarnar, en það er bara önnur verkefni. Það skiptir máli að hafa þetta gott skipulag á þessu. Þannig að við vitum bara hvað verður þá þetta fjármagn ef ekkert er gert. Og ég held að skiptir máli bara fyrir okkur að það sé svona, þetta er bara spurning verkefnastjórnum. Það verkefni voru ákveðin og hver staðir. Ég held að við ætlum að kalla eftir aftur, kannski Kristi Bálmann best til þess að fylgja þessu. Veit að hérna, að við höfum verið að einta eftir þessu en ég held að það sé samt að fá svona yfir fyrir fundin. Ég með glöðugeði, sko gera það, ég ítreka þetta eiginlega hvar sem er og við vorum semst formenn íbúaráða á fundi í Ráðhúsinu með formennum sviða, fagráða daginn. Varst þú ekki þarna? Nei, já. Og þetta er eiginlega eitthvað sem kom fram frá fleiri með einu íbúaráði. Og eins og ég sagði, sko, við viljum gjarnan fá að vita, við erum að senda inn einhver verkefni, eins og með lýsingar undirgöngu, göngin, gatnamótin, fyrir neðan og fleira sem við höfum verið að tala um, eins og þessar fallvarnir og allt það. Að við viljum fá að vita, fer þetta á grænt ljós, í þeirra mati sem alls engin forgangur, eða á gult ljós, eða á rautt ljós. Og erum við með einhver verkefni á rauðu ljósi? Mér finnst, við þurfum að fá að vita það og við settum hérna göngustíga, sem vorum að tala um áðan, að tengja við Hamrahverfið og Gufunesi settum það inn, þarna þegar við vorum að gera skýrsluna ströndina. Það er komið inn, það er núna, en annað svona sá ég ekki beint tengt okkur af þeim verkefni sem við höfum verið að ræðum og þegar þetta ráð byrjar að þá fékk ég langan lista frá fyrra ráði og það þekkið þú örugglega Árni, þar sem voru svona framkvæmdir við ýmsa skóla og leikskóla, hljóðvist, loftgæði, útisvæði, bla bla bla, þetta var langur listi. Og við ítrekum óskuðum eftir að fá að vita, er búið að klára þessi verkefni eða ekki? Og ef þau kom ekki á næsta lista, þýðir það að þau eru búin. Nú hefum við ekki fengið svona lista svolítið lengi. Þetta gæti heiti viðhaldsverkefni.
Ég skal bara kalla eftir því. Bara eitt þarna líka. Ljósið. Má ég að spæta við þetta? Já. Það er eitt verkefni sem við höfum rætt hérna og það var til að fá frá okkar ástkæra íþróttafélagi í hverfinu að byggja upp hérna keppnisvöll fyrir norðan Egilshöfn og þetta kemur kannski aðeins inn á svona byggingarreit sem að er til úthlutunar eða hugsanlegra úthlutunar sem hann myndist á hann Haraldur hérna er æfingavöllur í Golfið. En hérna ég held að sé bara líka mikilvægt bara til þess að undirbúa okkur fyrir fjölda krakka sem koma í Keldnahverfið að vera með betri íþróttaaðstöðu þá getum við nýtt æfingar aðstöðuna í fótboltahverfi sem fyrir þá fjölda krakka sem koma þá. Þannig að það sé ekki að æfa þar og keppa þá á þessum stóru. En við samtökum að styðja Fjölni í þessari vegferð á sínum tíma og við hefum ekki fengið neitt svar við þessu heldur. Það er aftilega að fá bara þá ansvar og það er bara betra að fá ansvar heldur en það ekki neitt svar. Já, og það er eitt sem að ég ætlaði að gera og var alltaf að bíða eftir hvort það kæmi einhver umfjöllun bara á síðunum hér í hverfinu. Við ræddum það hér á fundi ráðsins í vor. Það var það sem kom upp í fjölmiðlum stöðu Fjölnis og við fengum kynningu á inngripi borgarinnar í stöðu Fjölnis. Nú finnst mér ég ósköp lítið vita meira. Hefur einhverju verið bjargað, einhverjar skipulagsbreytingar, hefur eitthvað verið gert í málefnum félagsins. Eina sem að lesa þess og hinn að gera eitthvað samningu Fjölni, einhver körfuboltamenn og einhverju sko. En ég engu nær með stöðu þeirra hvað varðar fjárhaginn. Er einhver hér? Eigum að kalla eitthvað eftir því? Kjartan, þú veist það. Já. Já. Og það var fyrsti fundur var nú bara í síðustu viku, það var ekki fjallað það en það var fjallað þetta á fundi bara eftir síðasta fundinu fyrir sumarleyfi í júní og það kom bara fram að það væri verið að vinna að þessu í nánu samstarfi Fjölnis, borgarinnar og Íþróttabandalags Reykjavíkur og menn voru bara virtust vera ánægðir með framvindu málsins. Þetta sem ég heyrði þá er samstarfið gott, samstarfið milli þess að tryggja er gott og menn voru nokkuð bara ánægðir og töldu það geta náðst að það ætti að vera hægt að koma rekstri félagsins á svona sjálfbæran fjárhagslegan grundvöll. En ég vissum að það er eitthvað, það var ekki talað um síðustu viku, ég vissum að það er eitthvað að frétta sem er gert í sumar sem væri þetta kannski bara ágætt að fá svona yfirlit yfir á næsta fundi. Já, ég get sendt henni þarna konu formanni bara fyrirspurn. Já, en það virtist ekkert að koma upp og það bara virtist bara þeir sem fóru yfir málið allan á fundum þannig í júní voru það bara, þeir voru mjög ánægðir með viðbrögðin frá bæði Fjölni og IBR. Já, hann kom hérna Eiríkur kom hérna með þetta fund til okkar og hann frá IBR. Nei, jú, hann gæti hafa verið með, þeir voru þrír. Frímann Ari. Frím. Já. Ómar. Þannig ég vissum að ef það væri allt í hálófti þá var ég búin að heyra því sko. Já, ok. Já, fínt, takk. Eitthvað meira. Þannig að við hittumst næst bara þá hér á bóksafninu 19. fyrir næsta fund. Við tökum örugglega þennan þráð eitthvað upp aftur á næsta fundi. Þar næsti fundur er eiginlega klár undir skýrsluna og það allt saman. Og eins og kom þarna fram áðan að svo fara dett inn þarna kynningar og umsagnir í samband við Keldnalandið. Já, Keldnalandið, það sem náttúrulega, ég tek í böndum íþróttamálið, það er að skoða þau því að ef ég man rétt, þá hefur verið talað að Keldnalandið geti, ég held að lægsta tala sem hefur heilt sé 7.000 manns og hæsta tala sem heilt sé 15.000. Er ekki? Það er 100.000. Já, maður heilt þessar tölur og það er ljóstalið, það er sama hvort talan verður ofan á eða eitthvað þar á milli. Þá er það gífurlega mikið álag á innviði eins og
íþróttamannvirkin og það er þetta breiðast alveg sérstaklega við því sko. Svæði í kringum Dalhús, væntanlega þar í sigtinu. Því það hefur komið fram að það er ekki að koma nýtt íþróttafélag þar. Við heyrðum það einhvers staðar. Já, það er bara ekki sjálfgefið sko. Já. Það er miklu frekar að bara stækka þau félag sem fyrir eru. Já. Sko. Já. Fínt er gott fólk. Eigum við að segja amen? Okay. Þá segir bara takk fyrir fundin. Já. Já, ég er búin að lesa upp aðra og ég er svo finna. Já. Á síðasta ári lögðu borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins til að Reykjavíkurborg myndi kynna verðlaunatillögur vegna Kjarnalands í Grafarvogi. Tillagan var samþykkt á fundi umhverfis- og skipulagsráðs Reykjavíkur 11. október 2023. Íbúðarráð Grafarvogs fagnaði tillögunni og samþykkti stuðning við hana á fundi sínum 7. nóvember sama ár. Þrátt fyrir að tæpir 11 mánuðir síðan og liðnir frá samþykkt tillögunnar hefur sýningin ekki enn verið haldin. Skorað er á borgarstjóra að sjá til þess að umrædd sýning verði haldin sem fyrst og Grafarvogsbúar geti kynnt sér tillögurnar í sínu heimahverfi. Er að ræða stærsta skipulagsmál í Grafarvogi í áratugi og skýtur því skökku við að halda þeim hugmyndum lengdum fyrir íbúum sem unnið er með. Þú ert bara alveg út um 14 á púlsinum, þetta er bara það sem var verið að kynna okkur. Það verða kynningar bæði hér og svo mánuði síðan í, hvað sagði hann?